Jæja, hæ. Heyrðu maður. Það rosalega stór dagur í dag, sko, því að nú ætla ég að fara að búa mér til heimsins bestu langloku. Og þetta sko engin venjuleg langloka, sko. Þessi langloka, hún svo lengsta í öllum heiminum. Einu sinni, þá bjó ég til sko 4 eða 5 hæða samloku sem var alveg svakalega góð, sko. Og ég alveg hámaði hana alla í mig. Og yfirleitt það svona með svona strákorma eins og mig, eins og mamma segir alltaf, sko. Hún segir alltaf, þú borðar eins og hestur. Ég bara, nú, hvernig borða þeir eiginlega? Þeir borða bara greinilega svona rosalega mikið, sko. En þeir borða náttúrulega ekki samlokur eða neitt svoleiðis, sko. En hestar borða samt alveg brauð og svoleiðis, sko. Bara svona til hátíðabrigða, express. Þannig að ég ætla að búa mér til langloku úr öllu þessu brauði, sko. Og þetta brauð heitir sko baguette, sem franska. Og ég þarf að skera það alveg endilangt, alveg svona, sko, það má ekki brotna eða neitt. Og smyrja það og setja það álegg og setja það eitthvað gott smjör og alls konar svona dótar í. Og þá þetta orðið sko ekki bara langloka, heldur langloka. Getið þið sagt þetta? Langloka. Þetta mjög erfitt orð, sko. Og það líka mjög erfitt að búa þetta til, sko. Maður þarf nefnilega að skera, sko, brauðið svona eins og maður þarf að vanda sig mjög mikið við það, sko. Það má nefnilega ekki brotna á meðan, sko. Það þarf að vanda sig alveg svakalega mikið. Svona, sko. Þetta nefnilega alveg, maður þarf að fara mjög varlega. Maður þarf nefnilega brauðhníf og svo þarf maður að passa að það brotni ekki. Svona og... Svona, sko. Þetta svona máltíð sem mjög gott að gera þegar maður alveg svakalega svangur. Af því að þá verður samlokan, eða langlokan, miklu betri á bragðið. Sko, þegar maður býr til mat, þegar maður saddur, þá verður hann yfirleitt vondur. En ef maður býr til mat, þegar maður svangur, þá fær maður svona vatn í munninn og sjá ég hvað þetta langt. Þetta bara alveg svona, botn og toppur. Hoppabói. Svona, sko. Og svo þegar maður gerir svona rosalega langloku, þá þarf maður að vera rosalega vel undirbúinn. Maður þarf að vera með allt alveg smurt og skorið nákvæmlega niður sneitt og maður þarf að smyrja þetta eftir ákveðinni formúlu sem bara ég kann, sko. Þannig að nú ætla ég að fara að sækja smjör og majónes og sinnep og gúrku og tómat og allt þetta helsta, sko. Þannig að við geymum þetta hérna og náum okkur í þau verkfæri sem þarf til þess að búa til, muniði, langloku. Augnablik. Jæja, þá maður bara komið með allt tilbúið, sko. Búi. Annars, sko. Glæsilegt. Sko, áður en maður byrjar að smyrja samloku, þá alveg gríðarlega mikið atriði að vera vel undirbúinn, sko. Tómatur, egg, gúrka, kál, smá spægipylsa, smá salami og nógan hnífum, sko. Það nefnilega svo leiðilegt að maður að smyrja, sko, með saman hnífnum í alls konar, sko. Það verður að vera einn í sinnepið, einn í smjörið, einn fyrir hérna sinnepssósuna. Svona, sko. Skinka, gríðarlega mikilvægt atriði.
ostur og svo byrjar maður á því að skera gúrkuna og tómatana. Svona sko. Ég tek alltaf fremsta bitann sko og hendi honum í burtu sko. Sker maður gúrku. Ég er bara góða við gúrku og tómata sko, maður þarf ekkert mjög beittan hníf til að skera sko. En maður þarf reyndar, þegar maður er að búa til langlóku, þá þarf maður dálítið mikið að áleggi sko. Svona. Hopp. Maður það, setur maður þetta allt svona saman hérna sko. Svona. Það er mjög mikið atriði að þegar maður er að skera svona að það sé þunnt skorið. Það er ekkert gaman að vera bara með svona gúrkubita á langlókunni sko. Þá er hún svo rosalega þykk. Þetta er bara að vera svona smá bragð sko. Svona sko. Mjög gott. Þá er gúrkan tilbúin. Tómatarnir. Það er best að skera þá svona á hlið. Svona. Þá standa þeir svona alveg kjurir. Og svo sker maður það svona sko. Og það verður að vera þunnt. Bum. Svona. Svona. Geymum þá hérna alltaf. Og sjáum við, vitið hvað þetta hérna er? Þetta setjum við egg hérna og búp. Svona sko. Já. Það komið egg sko. Egg í sniðum. Þurfum nokkur egg sko. Svona, gera svona sko. Glæsilegt. Svona. Mjög gott. Og með fullt af eggi, fullt af gúrku, fullt af tómat, ostur og skinka, smjör, sterkt sinnep, sinnepssósa, salat, spægipylsa eftir þörfum og salami eftir þörfum. Passa þetta sko, þetta brotni ekki. Og svona. Þá er allt tilbúið. Búið að skera niður allt grænmeti og allt það sem á að vera á samlokunni. Allt tilbúið og þá er bara að byrja að smyrja. Svona. Hann var búinn að smyrja botninn. Og það er mjög mikið atriði, finnst mér alltaf sko, að vera sko smyrja alveg út í öll horn. Svona. Þá er komið smjör. Og beint á smjörið setjum við gúrku. Svona. Lúgúrka. Svona. Og svo nefnilega sko er ekki mjög gott að setja tómata og gúrku eða gúrku og tómat eða egg og tómat eða tómat og egg saman. Það þarf alltaf að koma eitthvað á milli. Ég mæli með skinkunni. Skerum við hana svona í bita. Leggjum hana svona snirtilega yfir gúrkuna sko. Svona. Þetta er orðið rosalega girnilegt maður.
Svona. Og jupp, glæsilegt. Og ofan á skinkuna koma eggin. Það er mjög góð hugmynd, sko. Egg. Svona. Passa að þetta sé svona alveg slétt og svona fínt. Svona. Geta stundum farið dálítið svona í klessu, sko. En þau eru alveg eins á bragði, það er nú fyrir öllu. Svo, ofan á þetta, kemur ostur. Svo kemur ostur. Ostur er veislukostur. Svona. Mjög gott. Svona. Og svo ofan á ostinn koma tómatarnir. Svona, sko. Mjög flott. Og eins og ég sagði áðan, þá er hægt að setja spægipylsu eða svona ítalskt salami, sko. Ég ætla að setja smá svona salami. Mér finnst það svo rosalega gott. Þupp. Svona. Svona. Ofan á þetta er mjög gott að setja svo einhverja svona dressingu. Ég mæli með hérna sinnepssósu. Þá gerum við svona á. Glæsilegt, af því að sinnepssósan, hún límir svo kálið fast, sko. Festist það svona á. Þetta er svona dálítið, svona lím, sko. Svona. Vá, maður, þetta er ekkert smá flott, þetta er alveg þungt og allt, sko. Heyrðu, svo er það sterka sinnepið. Maður smýr það hérna í lokið, sko. Svona. Og það gildir að sama það, sko. Smyrji alveg vel út í öll horn. Reyndar er sterkt sinnep, sko. Það stendur alveg undir nafni. Það er mjög sterkt. Þannig að maður þarf kannski ekki jafn mikið af sterku sinnepi og smjöri. Svona, sko, þetta er svo maður að mála. Mjög gott. Þá er þetta nú bara að vera tilbúið, sko. Svona. Tökum við lokið. Bonk. Sjáu ég hvað þetta er glæsilegt hjá mér, maður. Ég get alltaf haldið á þessu, sko. Lengsta langloka í öllum heiminum. Þessi er girdileg, maður. Ég efast ég geti borðað hann eitt, sko. Ég þyrfti nú bara að bjóða Villa í mat eða eitthvað. Hann elskar svona langlokur, sko. Ég ætla að gera það. Lokaðu honum. Nei, pappi, þú. Lokaðu honum. Já. Eltu mig. Alveg loka. Þú ert ekki að fara að gera eitthvað ógeð. Nei. Alveg loka. Ok. Ég vil ekki detta ofan í endalausa gryfju og koma út í Ástralíu. Nei. Hvað er þetta? Þú kannast ég nú þessa áferð. Ertu með krókódílina? Nei. Ertu tilbúinn? 1, 2 og... Ta-ta! Wow. Já. Wow! Já. Wow! Ég veit það, maður. Þetta er lengsta langloka í heiminum eða eitthvað. Þetta er lengsta langloka sem ég hef séð í heiminum. Já. Finnst hún ekki girdileg? Rosalegt. Þú ert meistarakokkur, herri Grú. Já, þakka þér kærlega fyrir.
Hún er rosa góð, sko, örugglega. Ég held að hún er gyrnileg. Já. Hérna er með brauð. Já, mjög gott svona. Brakandi ferskt. Já, svo erum við sósu, svo erum við skinku, salami, egg, tómat, gúrku, smjör og salat. Gúrkan þunn skórinn. Já. Ég veit að, ertu ekki svangur? Jú. Það var alveg vatni í munnin. Það er bara, ég sé sko, ég sé, ég sé strax smá bobbalíus hér. Sko, samkvæmt mínum útreikningum sem ég hef nú bara framkvæmt hér í huganum enn tóð tre, þá held ég að miða við þyngd og eðlismassa langlókunarðinnar Já. að burðarþolið sé ekki nægjanlegt og hún muni hreinlega brotna í tvennt ef við lyftum henni. Heldurðu það? Já. Ef þú lyftir henni hérna upp þá brotnar hún svona, ef þú lyftir henni hér upp þá brotnar hún svona. Wow. Já. Halt þú undir hérna? Þetta er 2 manna takk. Já. Þú tilbúinn? Bíddu. Varlega. Svona. Eltu mig. Svona. Ég stjórna leiðinni. Ok, herra Krull, ég elti. Þú verður að passa upp á að detta ekkert úr langlókunni, sko. Það er ekkert að detta hér. Það er nokkuð. Ég er ekki byrjar. Svona. Varlega. Boy, sko. Voilà. Hún er ekkert smá flott, maður. Heyrðu, við þurfum að borða hana. Ertu ekki svangur? Jú, er ekki svangur. Ég má samt Ég er búin eiginlega- að reikna í alla nótt. Ég má eiginlega ekki borða hana hérna. Við skulum borða hana á teppinu. Og bossi. Svona, sko. Býtu. Wow. Eina sem vantar, 2 vaskljós og serviettur. Ég bjarga því. Ekki byrja. Nei. Ég bara að skoða. Já, ekki snerta. Nei. Sér þetta ekki. Hann er meistara kokkur. Sko, Á 3. já, 1, 2, 3. Svo er nefnilega besta við svona, það er að byrja á endunum. Veistu út af hverju? Það því að þá er hún endalaus. Nú mátt þú borða mig, Villi. Vá, hvað maður þarf að hafa stóra munn. Þetta er gott. Þetta er mjög gott. Þetta er besta langloka sem ég hef borðað. Já, skál. Skál, herra Krull. Ég ætla að prófa að býta bara hérna, kannski. Ég ætla að býta hér. Það er góð hérna líka. Já. Já, ég ætla að prófa að býta hérna megin. Þarna er lítið tómatu. Þetta er lítið tómatu. Ég ætla að láta borða þig, tómatur. Vá. Sverrir Þór, af hverju er ísskápurinn tómur? Hvað varstu að gera, Sverrir? Mamma, ég var bara búinn. Ég gaf þér leyfi til þess að búa þér til samloku. Já, Hvað er þetta? Þetta er langloka. Já, mér sýnist það. Já. Þið hljótið að hafa verið svangir. Já, við vorum mjög svangir, sko. Jæja, sko, en þetta lítur nú samt bara mjög vel út. En ég ætla að biðja þig, Sverrir, að klára ekki allt úr ísskápnum næst. Nei, ég lofaði því, sko. Skerðu nú bitaðandali með mig inn á leiðinni að smakka. Svona, áður en ég byrja að syngja. Þú ert að vera afbragðs kúkkuruskan, ég stolta þér. Takk, mamma. En ég segi það aftur, ekki vera að klára svona allt úr ísskápnum. Skerðu svo eina sneið handan um pappæðinu og komdu með hana niður.
Vá. Þetta er líklega það skrýtnasta sem ég hef lent í. Ég tek undir það, vinur minn. Þetta hefur nú ekki bara verið kaffi sem var í bollanum hennar. Skera smá fyrir pappa. Geymið þetta fyrir pappa. Og við getum þá borðað restina. Skál! Það er svo gott. Ég hef verið búin að segja að það er búin að passa sáfið og mér er búin að smyrja alveg all hotnin og búin að laga á þessu. Það er svo gott. Og þú gættir þetta mikið átt þessi völd og við þetta alveg já. Já. Það er bara búin að hendi og eitthvað. Dattinu smá. Ætlar þú að borða mér samloka eða hvað? Mér langar í vilja kjöt. Ó, nei. Og borða mér eftir. Vá. Svona. Það skellir mig sá, sko. Þetta er alveg eins á bragðið, þótt þetta sé suppuð, sko. Ég meina að þetta blandaskort er allt í maganum á þér líka.